Takk. Mátt fara á næstu. Komiði sæl. Ég ætla sem sagt að fjalla sameiningu bókasafns Menntavísindasviðs og Landsbókasafns Háskólabókasafns. Þegar Kennaraháskóli Íslands var sameinaður Háskóla Íslands árið 2008 var tekin ákvörðun það að þessi söfn yrðu sameinuð. En þó ekki fyrr en Menntavísindasvið flytti á háskólasvæðið vestur í bæ, en þangað til yrði bókasafn Menntavísindasviðs staðsett í Stakkahlíðinni ásamt sviðinu og það heyrði undir Háskóla Íslands og yrði rekið fyrir sér fjárveitingu. Bókasafn Menntavísindasviðs á rætur að rekja til upphafs kennaranáms í landinu, en Kennaraskóli Íslands var stofnaður 1908. En safnið á einnig rætur að rekja til þeirra skóla sem sameinuðust Kennaraháskóla Íslands rétt fyrir aldamót, svo sem Íþróttakennaraskólans, Þroskaþjálfaskólans, Fósturskólans og Húsmæðrakennaraskólans, auk safna Fræðsluskrifstofu Reykjavíkur, Fræðslumáladeildar Menntamálaráðuneytisins og kennslumiðstöðvar Námsgagnastofnunar. Bókasafnið hefur verið sérhæft safn uppeldi, kennslu, umönnun og þjálfun. Safnið hefur gegnt lykilhlutverki fyrir nemendur og starfsfólk Menntavísindasviðs, meðal annars með aðgengi að öllu kennsluefni grunnskóla á einum stað. Næsta. Landsbókasafn, Háskólabókasafn, bæði þjóðbókasafn og bókasafn Háskóla Íslands með lögbundið hlutverk sem rannsóknarbókasafn og þekkingaveita fyrir alla landsmenn. Þar fer fram mikilvæg varðveisla, miðlun upplýsinga og stuðningur við rannsóknir. Frá árinu 2008 hefur verið gott samstarf á milli þessa tveggja safna. Allir nemendur Háskóla Íslands hafa haft jafnan aðgang að báðum söfnum. Við höfum haft skipulaga sendingaþjónustu á milli safnanna og sameiginlegan aðgang að rafrænu efni. Bókasafn Menntavísindasviðs fékk síðan aðgang að leiðarvísum sem hétu áður áttavitar Landsbókasafns árið 2020, en það var þó ekki fyrr en árið 2022 sem svona formleg og svona alvöru undirbúningur hófst. Og það gerðist þegar Háskóli Íslands keypti húsnæði hótels Sögu, vestur á Melum. Skipaður var starfshópur í mars 2022 með fulltrúum frá Háskóla Íslands, bókasafni Menntavísindasviðs og Landsbókasafni til að undirbúa sameininguna. Hópurinn fundaði 12 sinnum. Helstu verkefni hópsins voru að halda starfsfólki upplýstu, greina kostnað við flutninga, greina þáverandi þjónustu safnanna til að tryggja sambærilega og eða betri þjónustu í framtíðinni, setja upp tímaáætlun og undirbúa grisjun. Tillaga sameiningu var síðan send Háskólaráði í maí 2023. Í tillögum starfshópsins var gert ráð fyrir að söfnin yrðu sameinuð við flutning Menntavísindasviðs í Sögu, sem þá var áætlaður 1. júlí 2024. Þó með þeim fyrirvara að bókasafnið yrði staðsett í Stakkahlíðinni meðan sviðið væri þar. Kostnaður vegna flutninga var áætlaður 34 milljónir króna. Öllu starfsfólki bókasafnsins yrði boðin störf hjá Landsbókasafni þar sem þau héldu sínum launakjörum og réttindum, og til þess að mæta því voru gerðar kröfur auknar fjárheimildir til Landsbókasafns. Lögð var áhersla á nauðsyn grisjunar og ákveðið að flutningar hefðust í áföngum veturinn 23-24. Skilgreind markmið sameinað safn væri að tryggja nemendum og starfsfólki Menntavísindasviðs sambærilega þjónustu og áður,
bæta þjónustustig Landsbókasafns fyrir alla nemendur og starfsmenn Háskóla Íslands, efla rannsóknarþjónustu og kennslu í upplýsingalæsi og að hafa námsgagna- og barnabókasafn í sögu. Grisjun var lykilþáttur í undirbúningi sameiningar hjá báðum söfnum. Starfsmenn menntavísindasviðs hafa reyndar árum saman verið meðvitaðir í hvað stefndi, því sífellt var verið að skoða húsnæðismöguleika fyrir sviðið vestur á Melum. Það má því segja að undirbúningur hafi hafist upp úr 2015, en frá 2019 var fyrir alvöru farið að búa í haginn fyrir flutninga og með markvissum hætti frá 2022 til 2024, þegar tæplega 20.000 eintök voru fjarlægð úr safnkostinum. Þetta voru einkum tímarit sem voru aðgengileg annars staðar, aukaeintök, eldri útgáfur og úrelt efni. Sígild grundvallarit voru hins vegar yfirleitt ekki grisjuð. Hjá Landsbókasafni var einnig umfangsmikil grisjun þar sem tæplega 60.000 eintök voru fjarlægð á árunum 19 til 21 og ríflega 60.000 á árunum 22 til 24. Þannig að þetta ekkert smáræði. Þar var einnig lögð áhersla á að grisja úrelt efni, aukaeintök, eldri útgáfur og tímarit sem orðin voru aðgengileg rafræn. Auk þess þurfti þar heilmiklar tilfæringar bæði á safnkosti og húsmunum. Og til að gefa svona smá nasasjón af því sem að fór fram í þjóðarbókhlöðunni, þá voru fjöldi tímarita færður til á 3. hæð. Bækur, fjöldi bóka á 3. hæð. Bækur voru færðar á milli hæða í flokkum 200 til 329. Hillur voru teknar niður og færðar til ásamt hillumerkingu. Stór hluti ritgerða var færður til. Það þurfti skipulagsbreytingar í geymslum til að nýta plássið betur. Námsbókasafn var fært á milli hæða og dagblaðahorn var fært til. Þannig að þið sjáu að það var eiginlega öllu snúið á hvolf þarna áður en við komum. Söfnin voru sameinuð í sama safnkjarna í gegni árið 2022 og ýmsar kerfisstillingar gerðar sameiginlegar. Farið var yfir safnkóða og safndeildir og starfsmannaheimildir endurskoðaðar. Rætt var hvort flutningur gagna ætti að fara fram með kerfiskeyslum eða handvirt, en ákveðið var að framkvæma hann handvirt þó það væri mun meiri vinna, en því það gæfi til tækifæri til lagertalningar og að yfirfara safnkostinn betur. Einnig þurfti að samræma verklag varðandi rafrænt efni. Þar sem ljóst var að gríðarstórt verkefni væri fyrir höndum, var tekin svo ákvörðun að ráða aðstoðarmann til 1 árs sem hefði það hlutverk að hjálpa til við grisjun, færa til efni og aðstoða við sjálfa flutningana. Hafist var handa við pökkun og flutninga á efni úr geymslum eins og lokaverkefnum, en sum þeirra voru reyndar send til Þjóðskjalasafns. Bókasafninu var formlega lokað 15. maí og flutningaþjónustan hóf störf 3. júní. Húsnæði bókasafnsins var skilað 27. júní. Og formleg sameining safnanna var fyrst eftir að loknum sumarleyfum 1. ágúst 2024. En þá átti menntavísindasvið enn eftir 1 ár í Stakkahlíðinni. Samstarfsfólki á menntavísindasviði, fyrrum starfsmönnum safnsins og öðrum velunurum þess var boðið í kveðjuhóf þann 8. maí, þar sem boðið var upp á léttar veitingar og að auki að taka með sér blómaafleggjara sem myndi vaxa og dafna þegar heim væri komið til minningar safnið í Hylnum, en svo var húsnæði bókasafnsins í Stakkahlíð kallað.
Fyrsta sendingin vestur eftir var lokaverkefni. Síðan kom almennt geymsluefni, tímarit og nýsigögn. Fyrstu brettin eftir að flutningar hófust fyrir alvöru í júní komu þann 4. júní. Alls urðu brettin í júní 50 með ríflega 3000 kössum. Allt starfsfólk útlánaþjónustu tók þátt í að taka á móti safnkostinu. Hvert eintak var skannað inn og komið inn fyrir innan fyrirliggjandi safnkost. 50.000 eintök auk tímarita og 3.500 ritgerða komu í hús. Ósamræmi var í flokkun milli safnanna en samræming var látin bíða til að tefja ekki móttöku. 5.000 eintök af íslensku efni voru tekin til hliðar til nánari skoðunar og áætlað að því verki ljúki ekki fyrr en í lok næsta árs. Þá þurfti einnig að aðgreina efni sem hafði verið í einni safndeild í Stakkahlíð en átti heima í fleiri safndeildum vestur frá. Móttakan tók þó mun skemmri tíma en vonir stóðu til. Flutningum hvergi nærri lokið. Standsetning húsnæðis í Sögu hefur dregist á langinn og nú áætlað að menntavísindasvið flytji inn í næsta mánuð. Það stendur reyndar núna mánaðamótin þarna á lærunni en það er ekki rétt. Safnkosturinn hefur þá verið í geymslu í 1 ár. Í Sögu verður námsgagnasafn, bæði gamalt og nýtt efni, svokallað birtingarholt sem geymir íslensku skólasöguna, valdar barnabækur og handbækur. Safnið verður staðsett í Súlnasalnum gamla og verður einnig með góða geymslu í kjallara. Og þið sjáið þarna teikning svona af rýminu sem safnið á að vera í. Og það verður, við höfum örugglega öll verið í Súlnasalnum, allavega við sem erum eldri hérna inni, að það búið að opna þarna niður. Þarna sem dansgólfið var, það var tekið og það opið þarna niður og niður á fyrstu hæð. Þannig að þetta verða svona hringsvalir. Með sameiningu safnanna verður þjónusta við nemendur og starfsfólk samræmd. Áhersla lögð á að varðveita sérstöðu og styrkleika beggja safna og einkum að efla rannsóknarþjónustu og fræðslu í upplýsingalæsi. Stofnaður hefur verið nýr faghópur eða rannsóknarhópur sem enn í mótun innan sviðs þjónustu og miðlunar Landsbókasafns. Allir starfsmenn bókasafns menntavísindasviðs þáðu störf við Landsbókasafn þar sem vel var tekið á móti hópnum. Starfa þeir nú við skráningu, afgreiðslu, notendafræðslu og rannsóknarþjónustu og það ekki annað að sjá en að þessi hluti sameiningarinnar hafi tekist nokkuð vel. Að lokum, þetta hefur verið heilmikið átaksverkefni og kallað á mikla samvinnu og hvergi nærri lokið. Verkefnið hefur hingað til gengið framar vonum og með sameiningunni vonast til að geta boðið upp á betri, skilvirkari og fjölbreyttari þjónustu fyrir nemendur og starfsmenn. En á sama tíma þá söknum við, menntavísindastarfsmenns, þeirra nánu tengsla sem við höfðum áður við starfsfólk sviðsins. En það má nú kannski segja að við frá menntavísindasviði höfum ekki tekið þátt í verkefninu nema að hálfu leyti. En við upplifðum sannkallaða vertíðastemningu þegar safnkosturinn hvarf oní kassana hvern af öðrum í færibandavinnu. En þetta var bara fyrsta vers, því síðan þurftu kollegar okkar vestur í Þjóðarbókhlöðu að taka við og hér kemur heimild þeirra framlag. School bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. I watch her go with a surge of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. I
precious time go by. And when she's gone, there's that odd melancholy feeling and a sense of guilt I can't deny. What happened to the wonderful adventures, the places I had planned for us to go? Well, some of that we did, but most we didn't. And why, I just don't know. Slipping through my fingers all the time, I try to capture every minute, the feeling in it. Slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing. Slipping through my fingers all the time. Sometimes I wish that I could freeze the picture and save it from the funny tricks of time. Slipping through my fingers. School bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. Já, þetta ekkert bara leiðilegt. Því miður gerðum við ekki svona í Stakkahlíðinni. En eins og ég segi, eins og þið voru að tala þarna í Borgarbókasafninu, að í svona verkefnum þá skapast ákveðin stemning og það verður líka svolítið gaman. Og þetta sé erfitt og fólk sé alveg búið á eftir, að þá var þetta nú. Svona. Einhverjar spurningar? Já. Takk Gunnhildur, þetta var áhugavert. Ég heiti Sveinbjörg. Ég var að velta fyrir mér að þið þjónuðustu grunnskólana svo vel. Og það það verkefni sem nú verður sinnt bara inn á Landsbókasafni með sama hætti og áður. Og ég líka að velta fyrir mér samstarfinu við þessu nýja miðstöð, hvað hún heitir, miðstöð menntunar og skólaræki í þeim efnum. Það ekki alveg rétt skilið að við þjónustum grunnskólana. Þetta grunnskólaefnið fyrir kennaranema sem að þeir nota áður en að þeir fara í vettvangsnám. Við höfum verið í samstarfi við miðstöð þarna, hvað héta, Menntamálastofnun héta? Já, Miðstöð menntunar Miðstöð menntunar og skóla núna held ég. Já, og við verðum það áfram. Við vorum reynda með standandi sýningu frá þeim í Stakkahlíðinni, en það var tekin ákvörðun það að það yrði ekki lengur. Það yrði bara reynt að hafa á vef þær upplýsingar sem voru þar, og það nú svo sem bara ágætt að losna við það því það tók mikið pláss og það var mikið verk að halda því svona í horfinu. En það, sko, nemendur, þeir hafa eiginlega ekki komist í þetta efni í vetur. Þeir hafa getað farið í Íslandssafn og fengið að kíkja á þar, en þjónustan hefur ekkert verið eins og hún ætti að vera, og þjónustan við nemendur menntavísindasviðs hefur heldur ekkert verið það í vetur. Það búin að vera kennsla út Hvippinn og Hvappinn í kirkjum og út allt. Allstaðar þar sem hægt var að tróða sér inn.
Fleiri spurningar. Komment. Bara takk fyrir, mig langar aðeins að kommenta. Já. Ég fekk bara aðeins sting í hjarta því að ég tók þátt í flutningum þegar Háskólabókasafn flutti yfir í Þjóðarbókhlöðuna og opnaði þar 1. des 1994. Þá fluttum við úr mjög þröngum safnkosti í aðalbyggingunni í þetta risastóra safn. Þar var sko meira en nóg pláss og þurfti ekkert að hliðra neinu til, við gátum breytt úr okkur. Já, en eins og ég segi, ég náttúrulega upplifði bara helminginn að þessu. Og þetta var ekki minni vinna vestur frá heldur en hjá okkur. En við vorum búin að vera að grisja í mörg ár og undirbúa í raun og veru og svo settum við allt á fullt þarna síðasta veturinn. En ég held svona að þeir uppi staðið að þá hafi kannski verið meiri vinna vestur frá hjá okkur. En svo eftir saga og svo eftir að ganga frá öllum þessum lausu endum sko. Þegar að verður búið að skanna inn það sem hefur farið vestur eftir og þá eftir allt það sem stendur út af í bókhaldinu og ég hugsa ekkert það er bara den tíð, den sorg. Takk fyrir.